Taktikinn í boði Jakko, UMFI og Jóðam Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Það heldur betur ástand í samfélaginu, það hefur ekki farið fram hjá neinum. Við ætlum hérna aðeins að taka stöðun á því hvaða áhrif þetta hefur á íþróttafélög og hingað til mín í setti er komið góðan gest, Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA, velkomin. Takk hérlega. Já, það er óhætt að segja að þetta hafi mikil áhrif á íþróttafélögin og staðan hjá ykkur, hvað hún er tekin bara dag frá degi. Já, þetta er dálítið þannig, við höfum ekki upplifað svona áður. Þannig að við erum eiginlega bara að uppfæra starfsemi okkar dag fyrir dag, viku fyrir viku, en þetta er að hafa gríðarlega áhrif bæði á allt starf og svo fjárhagsumhverfi íþróttafélagana, þannig að þetta er svona skrýtnir tímar en við lærum eitthvað af þessu. Þetta er mjög fjölþætt og við byrjum bara að tala eins og að halda úti æfingum. Það er mjög fljótt í þessu ferli sem að æfingar eru blásnar af og líka bara íþróttir innan skólana. Hvaða áhrif hefur þetta? Þetta hefur náttúrulega mikil áhrif, þú veist, núna er bara KA-svæðið svo gott sem lokað. Það er lokað inn í íþróttahúsi. Við opnum einhverja örfáu klukkustundir á dag til þess að hleypa elstu iðkendunum í raun mjög sérhæfðar nánast stöðvaþjálfun, þar sem er haldið fjarlægð, engin boltar, engin snerting. Þannig að við erum svona að reyna að halda uppi ákveðnu líkamlegu atgervi hjá mönnum þar. Allt barna- og unglingastarf er komið í svona fjarþjálfun. Við erum sem vonandi mun skila svona félaginu betri upplýsingum til lengri tíma. Við erum með þjálfar í dag sem er að útbúa vídeó eða myndbönd og senda krakkunum æfingar sem þau eru að gera heima eða út í garði og við jákvæða hliðin er að þarna erum við svona aðeins að búa til nýjar leiðir til þess að halda sambandinu við yngstu iðkendunar og munum eiga þetta að því loknu. Þið voru komin eitthvað aðeins á staðan alltaf í þessa vinnu eins og með sportabler og svona uppum og að senda æfingar heim til krakkana en þetta kannski ýtir mönnum út í það að nýta þetta meiri krafti og Já, algjörlega og sérstaklega kannski við erum hann að taka eins upp okkar eldri iðkendur og senda vídeó, þú veist, getur gert þetta heima, ákveðnar svona fitnessæfingar sem við getum gert bara með dínu eða gólfinu heima og þetta er eitthvað sem við munum eiga til lengri tíma og geta þá þegar æfingar einhverja hluta vegna falla niður, senda á iðkendur og beðið þá að halda einhverju rútínu áfram. En þetta lítur að vera miserfitt eftir hvaða aldri við erum að tala um. Eldri iðkendur, þeir eiga auðveldara með að sækja þessar upplýsingar og vinna heima, halda á lofti bolta, bara einfalt dæmi. Kannski erfiðara fyrir yngri. Já, þú veist, þetta er kannski mest að ná til í raun iðkendana frá svona 10-11 ára aldri og upp úr. 10 ára iðkendur og niður er þetta erfiðara því að flestir af hinum iðkendunum eru komnir með snjalltækin og geta skoða vídeóin og svona interakta við þjálfarana og sína grúppur, sett inn, skorað á aðra iðkendur að gera einhverja skemmtilega hluti þannig að það er activity í gangi hjá þeim en svo reynum við að setja einhverja skemmtilegar heimaæfingar fyrir yngstu iðkendunar að hlaupa kirkjutröppurnar eða eitthvað slíkt með foreldrum en vissulega þetta er að hafa gríðarlega mikil áhrif á bara allt starf. Fyrir þá foreldra sem eru að hlusta núna, það verður að gefa það ákveðin slaka í brotnum vösum og svona heima fyrir þegar menn eru að gera heimaæfingarnar. Algjörlega, og menn verður að taka tillit til þess að krakkarnir eru að reyna að sinna æfingum sem þeir myndi annars gera í öðru sem umhverfi en þetta er bara ástand sem við erum að glíma við og vonandi verður þetta ekki á langur tími. En þannig að þjálfararnir, þeir eru í vinnu og þið eru að vinna með þeim að vera skapandi og tækla vandann þannig. Já, það er allir þjálfarar ennþá hjá okkur í sínu starfi og svo hafa yfirþjálfararnir okkar líka verið að setja þjálfararna með heimaverkefni. Þar sem þeir eru að rýna bara allt okkar starf sem svona kannski gefst ekki tími til, þannig að vonandi fáum við uppfærða dagskrá eða uppfærða svona kennslu áætlun sem við erum að vinna eftir þegar þjálfararnir hafa núna tíma til þess að rýna þessu ofan í hana og koma vonandi með flottar hugmyndir að betra starfi. Menn eru
bara eitt sem dæmi, þú veist, menn eru fannin að senda út myndbönd eða hvatningar varðandi ákveðna hugarþjálfun og annað sem að menn vilja hafa inni en hún hefur kannski oft svona mætt afgangi þegar þú bara ert að mæta á æfingu klukkan 3 og þá að gera þetta eða hitt. En þannig eru svona búið til ákveðina, hvað ég segja, svona bókasafn sem við getum leitað í að æfingum og annað og senda okkar iðkendur. Þannig að þetta mun endanum efla starfi hjá okkur en það er skrítið í dag. En það sem að verður líka kannski þessi tími sem þú ert annars á æfingum og margir eru á mörgum æfingum og þetta langur tími eftir skólan að þetta eflir svona tíma til þess að bara leika sér. Já, og sérstaklega með yngstu iðkendunar sem eru kannski stundar margar íþróttir að þar vinahópurinn ofta sundrast, einhver að fara í fimleika eða sund eða handbolta eða fótbolta eða körfu að núna bara fara með hann út og leika sér og fá hreyfinguna og aktiviteti þannig en fyrir okkur foreldrana þá viljum við rútínuna sem aðeins úr skorðum núna en ég held að þetta sé sem bara gaman fyrir krakkana að upplifa aðeins annað og held en rútínu sem við erum vön að vera í en ég held að við fullorðnir þolum þetta ekki alltof lengi sko. En þetta maður má ekki gleyma barninu í sér og leiknum líka þannig að þó að þú í raun sért kannski ekki að æfa þína íþróttagrein í einhver tíma það er ekki hæfileikar eða kunnáttu sem tapast og þú takir þér pásuna frá æfingunum þannig lagað þú sért ekki að spila fótbolta núna kannski í einhverja mánuði. Nei, við skulum vona að vera ekki margir mánuðir samt en þú veist núna með þetta eru einhverja dagar og vikur að þá held ég að þú veist margir krakkar hafa með þess að bara gott að því sko að brjóta eins upp rútínuna og gera eitthvað annað halda hreyfingunum við, fara út í bara alls konar leiki, þú veist, fara út að leika sér í snjónum, það er nóg af honum og hugsa eins út fyrir kassan, það er bara jákvætt og skemmtilegt. En svo það sko meistaraflokkarnir líka, það svolítið önnur staða upp á borðinu. Þar eru æfingar, meistaraflokkar sem að reiða sig á tekjur, miðasala, hvenær fyrir mótið af stað. Já, við byrjum bara aðeins að tala um þetta. Já, ef við klárum aðeins æfingarna þar erum við að reyna svona, ennþá allavega að skipta hópnum upp í nokkur holl og þeir koma og æfa og eru að gera svona fitnessæfingar til þess að halda þeim við. En síðan aftur á móti kemur með reksturinn bara á íþróttafélaginu í heild sinni að það kannski það sem að við sem erum í svona daglega rekstri óttumst mest, ég bara hef tekið það saman fyrir Káa, bara í heild sinni knattspyrnufélag Akureyrar þá gerum við ráð fyrir tekjum núna í mars og apríl upp á einhverjar 70-75 milljónir og af því eru 47 milljónir í óvissu, 65% okkar tekjum er bara spurningamerki. Ég gerir ráð fyrir eitthvað eftir að koma árinu en þetta alltaf sem farið að frestast en á sama tíma erum við með alla skuldbindingar og annað óbreytt eins og ekkert hafi í skorist. Þetta mjög stór summa og eðlilega þá hefur maður áhyggjur af því að þetta gæti skila sér, þetta hefur áhrif á starfið líka þegar þessu öllu saman lýkur. Já, við sko bara fyrst í þessu náttúrulega styrkir frá fyrirtækjum og styrktaraðilum, það við vitum ekkert hvar það stendur. Svo engin launung að félög á landsbyggðinni, hvort sem hér, Akranesi, Vestmannaeyjum og fleiri stöðum, að við byggjum okkar starf, bæði í barna- og unglingastarf og meistaraflokkana dálítið á barna- og unglingamótum, þar sem við erum að halda stór og flott mót, þar sem hingað er að koma fullt af gestum, skilja eftir tekjur inn í félaginu. Þetta allt í óviss í dag. Bara núna, mars, apríl, maí eru mörg krakkamót, þú ert að tala um góðamót, stefnumót, Andrés, ennetmótið út í það farið, þú veist, þegar líður fram í júlí. Við vitum ekkert hvað verður með þessi mót, þú veist, nokkuð ljóst að þau mót sem áttu að vera núna í mars, apríl eru að láta, þú veist, þau munu ekki verða þó við sem að gera okkur vonum að þau verði kannski í maí en það að verða ólíklegar með deginum hverjum sko. Hvaða áhrif myndi það hafa til dæmis eins og stórt mót eins og ennetmótið ef það þyrfti að blása það af í ár? Ég eiginlega þori ekki að hugsa það sko. Þetta eiginlega þannig að knattspyrnudeildin hjá okkur bara upp úr og niður úr því að það eru allir flokkar sem starfa í ekki sjálfboðavinnu, sjálfboðavinnu við móti en það eru allir flokkar sem eru að fá tekjur af mótinu sem notað til þess að niðurgreiða ferðir, okkar flokka á höfuðborgarsvæði, niðurgreiða hitt og þetta í starfinu hjá okkur. Meistaraflokkarnir eru fyrir miklu höggi líka. Þannig að þetta bara
óhugsandi ef að það er ekki sko. Svo náttúrulega bara líka fyrir samfélagi hér sem við búum í, það er gríðarlega mikið að tekjum sem koma inn í bara samfélagi hér, veitingahús, gistiheimili, hótel, allt sem þessu fylgir. Þetta er ein stærsta tekjuvika ársins fyrir okkur Akureyringa sko. Já, þannig að þetta hefur keðjuverkandi áhrif og svo náttúrulega líka bara rúturnar, öll ferðalögin í önnur mót og maður veltir fyrir sér, eru menn eitthvað farnir að velja þá betur mótin eða hvernig er það? Eru menn að skrá sig á sumarmótina því að það þarf að gera það með fyrirvara? Já, núna er í raun skráning á öll stærstu sumarmótinni í raun verið lokið en það er aftur mútið spurning, bara til KS sem dæmi, við ætlum hugsaðlega með 10 lið á þetta mót, munum við fara með 6 bara vegna þess að það verða forföll, foreldrar, iðkendur verða hræddir við að fara á krakkamót þar sem allir eru á litlu svæði, gistandi í skólastofum, ofan í hvern annan. Þetta er allt spurningamerki sem við höfum eftir að fá einhver svör við núna á næstu vikum eða mánuðum en ljóst er að þetta mun hafa gríðarlega áhrif á allt íþróttalíf, alveg sama hvaða nafnið það er sko. En svo eins og með leiki í meistaraflokka, tekjur, aðgangsmiðin, hvaða máli skiptir þetta? Því að nú veitum við ekki, er hægt að byrja til þess mótið í fótbolta réttum tíma og síðan eru mót og úrslitakeppni í blakinu líka sem dæmi? Já, og þetta mun allt hafa áhrif. Tökum blaki, þar er framöndan úrslitakeppni, handbolti, búið að flauta á í körfunni en bara það að komast í úrslitakeppni er oft rosalega mikil tekjupóstur fyrir félögin. Ef hún er flautuð af þá hefur það gríðarlega áhrif fyrir meistaraflokka viðkomandi félaga. Inn í fótboltan þá hefur það vissulega áhrif því að menn eru að gera ráð fyrir núna í apríl ákveðni ársmiðasölu mót er að fara í gang og svo framvegis. Þessar tekjur munu frestast eða verða minni. Verst er það þó fyrir innigreinar, handboltan og blakið ef að það verður ekki úrslitakeppni, hún verður bara flautið af. Þetta mun hafa áhrif á krakkan okkar, margir búin að æfa núna í 6-7 mánuði og kannski komnir í úrslitamót sem átti að vera núna í apríl og menn vilja spila upp á titla og þú er búin að æfa með þetta markmið núna í 7 mánuði og svo allt í einu það bara flautað af og tímabilið 0 og nix og þá bara byrja aftur næsta haust sko. Þannig að auðvitað er þetta leiðilegt en þetta eru aðstæður sem við höfum aldrei tekist á við áður og enginn kannast við. Er þetta stórt hlutfall eins og í knattspyrnunni, miðasala inn á leiki? Er höggið eftir vil ekki eins stórt þar eins og fyrir blakið þá? Nei, miðasalinn er mun meiri eins og í blakinu. Tekjur knattspyrnu hreyfingar en bara almennt. Þetta er svona 7-10% miðasala á leikdegi af öllum tekjunum. Meðan þið mun stærra hlutfall í sérstaklega liðum í boltagreinum sem komast í úrslitakeppni. En ef þú ert að fara að missa kannski 30-50% öllum styrktaraðilum, þá er náttúrulega mjög vont að þessi ekki að koma inn að tekjur inn á móti af leikjum sem geti hjálpað þá að brúa bilið einhverju leyti sko. Sævar, við ætlum að taka örstutt hlið hérna og kíkja yfir auglýsingar, við höldum áfram eftir þær. Taktikinn er í boði Jakko, UMFI og Jóðamjóð. Já, við höldum áfram hérna í taktíkinni, hann er hjá Sævar Pétursson hérna í settinu. Sævar, eins og bara meistaraflokkur, ef við tökum knattspyrnuna sem dæmi, þar eru erlendir leikmenn, svona ykkar á milli, hafa átt sér einhver samtöl á milli félaga, eru menn, hvaða áhyggjur hafa menn af þessari stöðu? Já, félögin er sennilega aldrei verið í meira samtali sín á milli heldur þessa dagana. Það er ljóst, alveg sama hvenar, að menn þurfa að taka samtal við sína leikmannahópa, þjálfara leikmannahópa, því að íþróttafélög hafa í rauninni enga aðra leið til þess að bregðast við niðurskurðartekjum heldur en að ræða við sína starfsmenn og skera niður í kostnaðarmóti. Þetta er að reka íþróttafélag er svona bara pínu eins og að vera með húsfélag. Þú fær tekjur inn og þú fær tekjur út og þetta verður að ganga upp. Nú erum við að missa tekjurnar sem eru að koma inn og þú verður þá að bregðast við með að skera eitthvað annað niður. Og þú hefur eiginlega ekkert annað heldur en það að ráðast í tekjur leikmanna, tekjur þjálfara og svo framvegis.
Félögin í efstu tveim deildunum sem eru í samstarfin í íslensku toppfótbolta, þau hafa verið í miklu samtali síðustu daga og þar eru menn að það liggur ljóst fyrir að félögin að fara í niðurskurð, að fara í þetta samtal fyrir næstu mánaðamót við sína leikmenn og þjálfara. Menn bara ekki alveg búin að átta sig á hvað það samtal þarf að innihalda. Ertu að tala um 10% eða 20% eða 70%, sko. Það bara mismunandi eftir hvernig félögin standa og hvernig menn að reyna þessa dagana átta sig á þeim tekjum sem þeir að missa. Nú þetta mismikla tekjur milli félaga líka, svona prósentur 10, 20, 30, þetta eru mikla fjárhæðir. Já, við tökum bara sem dæmi, ég tók þetta saman aðeins bara í vikunni að tekjur 15 stærstu knattspyrnudeilda á landinu 2018 3,5 milljarður. Þannig að þetta orðin mjög stóra atvinningrein. Þarna eru fullt af iðkendum, fullt af þjálfurum og fullt af leikmönnum sem eru með tekjur inn eða út. Bara við það að þú farir 20% í tekjutap, þá verða þessi klúbar 600 milljónir í mínus, 40 milljónir að meðaltali á klúb. Þannig að ef þetta 30% þá ertu komin í 900 milljónir rúmar og svo koll á kolli. Þannig að þetta eru svakalega háa tölur og ég held að menn átti sig ekki alveg á því hvað íþróttir eru orðin stór atvinnugrein. Þú veist, bara hérna á okkar svæði Akureyri á núna árinu 2019 á milli 90 og 100 einstaklingar sem eru með einhverja atvinnu hjá KA, fá greitt að einhverju leyti, hvort sem það eru hlutastarfið sem þjálfarar, leikmenn og svo framvegis. Þannig að KA eru mjög stór vinnuveitandi á Akureyri og sama við, þú veist, stóru félagin fyrir sunnan, Valur, Breiðablik með alla sína iðkendur, þjálfara, leikmenn, þetta eru gríðarlega stór fyrirtæki, atvinnureikendur og þetta mun hafa mikil áhrif á okkar íþróttasamfélagi eins og við þekkjum í dag. Það segir sig sjálft að þessi göt sem þú talar þetta eru mikla fjárhæðir, það erfitt að stoppa í þetta, það erfitt að skera niður einhvern kostnað til þess að mæta þessu tapi sem að verður. Tekjurinn í íþróttafélag, það þessi miðasalinn sem við talaðum, það eru styrkir líka og það náttúrulega ákveðið óvissu ástand hvað varðar alla styrkir lítur að vera. Já, þú veist, í raun, eins og þú segir, þetta eru svona 4 lykil þættir sem þú ert með. Þú ert með miðasöluna, þú ert með viðburði, þú ert með raun með herrakvöld, þorrablót, alls konar viðburði sem eru á vegum félagana sem við erum að nota til þess að búa til okkar tekjur. Þú ert með styrktarsamninga og svo ertu hugsanlega með leikmannasölur. Þetta nánast allt í óvissu. Meira þess að viðburði sem eru sterkir hjá mörgum félögum í mars, apríl, þetta allt á hold, þetta búið að fresta þessu öllu, þetta var að gefa mörgum félögum HR uppiðir. Styrktaraðilinn okkar, við vitum ekkert hvort þeir að koma eða fara, þannig að nú þegar eru við búin að fá, bæði í KA og mörgum öðrum félögum, símtöl frá styrktaraðilum þar sem menn segja, heyrðu, við þurfum aðeins að fá að geyma þetta, við þurfum að endurmeta stöðuna, hvað við getum gert. Við teljum okkur trúum að við fáum styrkina, en það ekkert víst. Svo ertu með barna- og unglingamótin, þau eru öll í óvissu og svo ertu með hugsanlega leikmannasölu erlendis. Þar bara sami spírallinn í gangi. Við erum að selja mikið leikmenn til Skandinavíu, Skandinavíu selur áfram til Ítalíu og Englands, það allt stopp alls þar og þessar tekjur ekkert að skila sér á milli aðila. Við erum að sjá, það búið að mörg félög í Noregi eru bara að segja upp öllum leikmannasamningum, þar fara leikmenn bara á atvinnutryggingasjóð hjá norska ríkinu, fá 60-65% af laununum greitt og svo bara endurmeta stöðuna 1. maí. Þannig að þetta íþróttalífið ekki bara íþróttin eins og við þekkjum, en heldur þetta gríðarlegt hagkerfi líka þar sem margir eiga bara allt sitt undir. Já, ástandið það mismunandi milli landa líka og kannski önnur lönd þar alvarlegra ástand heldur en hérna, en þið náttúrulega eins og segir að víla að díla með leikmenn á milli landa og þá þið fá það bara nei frá þessu löndum. Já, og það bara komið þannig, það eru ekki mörg, það einhver íslensk félög sem bara lenda í því að þau ættu að fá ákveðna greiðslur sem að skilaboðin eru bara hér allt stopp, við erum ekki að fá okkar tekjur, þannig að við getum ekki greitt okkar skuldbindingar og svo koll á kolli, þannig að þetta vinnur sig alla leið niður.
En sko, ef það ekkert mót til þess að byrja og þú búin að ráða hérna leikmenn til þess að spila ákveðnu móti, hvernig stað það? Það mjög skrítið og þetta er bara fyrirspurn sem hefur farið inn til ISÍ veit ég að þú veist hvað ef mót ekki haldið, þú veist hvar standa þá skuldbindingar íþróttafélaganna, þú ert ráðinn í það verk að þjálfa eða vera leikmaður í liði í ákveðnu móti og svo mótið ekki. Þú veist, hvar stendur þetta? Íþróttasamningar, við erum að sjá það í dag, eru mjög sérstakir því að þeir hafa verið hugsaðir á sínum tíma til þess að verja bæði hag leikmanna og félaga því að þú ert í raun með söluvöru sem að þú getur selt leikmenn og svo framvegis og þá hafa allir leikmannasamningar verið bara tímasettir. Þú veist, þú bara, hann gildi frá þessum tíma til þessa. En það engin úrræði þegar að þjóðfélagi fer á hliðina að komast undan samningum fyrir félögin. Og þetta hefur á sínum tíma verið gert til þess að tryggja það að leikmaðurinn geti ekki farið ef eitthvað félag vill fá hann og svo framvegis, þannig að félagi fái eitthvað fyrir sinn snúð. En nú standa menn uppi með það að það eru alla skuldbindingar til áfram við alla leikmenn fram í knattspyrnu þetta fram í október, hvort sem að mótið fer fram eða ekki. Gætu við sé stöðu sem komin upp eins og á Noregi sem að allir leikmenn missa sína samninga? Ég trúi nú ekki að það fari alveg þannig en menn bíða aðeins eftir bara hvað að koma frá ríkinu, þessi pakki þar, þau félög sem eru með alla sína leikmenn og þjálfara sem launþega, þau eru væntanlega bara eins og önnur fyrirtæki í landinu að leikmenn gætu hugsanlega endað að hluta til hjá atvinnuleysissjóð. Því miður eru mörg félög með alla sína samninga sem verktakasamninga og þar bíða menn eftir hver niðurstaðan hvað þýðir þetta fyrir þá aðila, geta þeir aðila komist inn á þessi úrræði sem að ríkisstjórnin að boða eða eru bara íþróttafélögin sitja þau bara í súpunni með allan kostnaðinn en enga tekjur. Þarna reynir þá kannski áeinmitt fyrir þessa leikmenn sem hafa verið verktakar að muna eftir því að greiða í alla sjóði og slíkt. Heldur betur. Mig grunar samt að það sé undantekningin frekar en hitt að menn hafi lagt til hliðar og tryggt það að borga í þá sjóði sem þarf til þess að eiga þessi réttindi. Því ég held að enginn hafi séð neitt svona fyrir að hugsanlega eru bara heilu og hálfu mótin bara flautuð af. En eins og tímabilið eins og í knattspyrnunni að því þetta ekki innanhús íþrótt, það ekkert að leika knattspyrnu allan ársins kring á Íslandi, þú veist, vellir ekki tilbúnir. Getum við fært þetta mót mikið til? Hægt að senka því ef til þess kemur? Já, þið verður alveg örugglega senkað. Það nú búið að taka ákvörðun það átti að byrja núna 22. og 3. apríl og það búið að senka því allavega fram í miðjan maí. Hversu langt við getum senkað því, ég ger mér ekki alveg grein fyrir hvort að 15. júní eða eitthvað svoleiðis sé eitthvað svona deadline sem þú verður að virða til þess að bara ná að koma öllum leikjunum fyrir. Hinn möguleikin náttúrulega að lengja aðeins inn í haustið. Helmingurinn af liðunum í sumar í efstu deild spilar allavega á gervigrasi og það spurning hvort menn verður bara að horfa þá til þess að geta klára mótið að hugsanlega fengjum við að spila einhverja leiki inn í boganum eða eitthvað því tengt. En eins og ég segi, svo við getum fundið alveg frábæra leið í dag en svo á morgun þarf það að hugsa ekki allt annað sko. Já, en að þetta eru líka fleiri íþróttagreinar, þú veist eins og við erum búin að tala handboltan og blaki líka sem getur að fresta sínu. Sjáum við rosalegan álagspunkt þegar loksins okkur verður hleypt á stað og það má fara allt á fullt, verður þá bara allir úrslitaleikir leiknir, verður einhver úrslitaveisla? Já, þú veist, maður vonar það en samt á sama tíma að þá spyrir maður sig hvað áhrif mun að hafa til þess að þú setur mikið úrslitaleikjum í gang, Íslandsmótið að byrja, þú veist með úrslitakeppni í blaki, handbolta, mikið öðrum íþróttaviðburðum sem bíða, ég meina mega áhorfendur koma, þú veist, eða máttu spila fyrir luktum dyrum til þess að mótið geti klárast. Þannig að það er mikið spurningamerkjum þarna, en ég held að þegar að verði fyrir að stað þá verði fyrir okkur sem eru núna búin að sitja og horfa á stillimyndina í nokkra daga að það verði mikið í boði þegar það fyrir að stað. En verða leikmenn allir í standi? Nú hlýtur þetta að vera dálítið öðruvísi undirbúningur þegar svo allt í einu má fara að leika fyrstu leiki. Já, algjörlega og það er nú partur af því að það var samþykkt inn í íslenskum fótbolta og KSÍ að
að menn myndi ekki fara á stað með mótið fyrr en í það minnsta 3 vikum eftir að samkomu banninu lýkur. Upp á það að gera, þú veist, segjum það að mótið byrji 1. júní og menn hafa kannski ekki spilað fótboltaleik frá því byrjun mars, að þú vilt alltaf ná 1, 2, 3 æfingaleikjum áður en að fara á stað bara til þess að vita hverjir endast 90 mínútur og hverjir ekki, sko. En þetta kannski eitthvað sem þarf að skera niður þessir undirbúningsleiki. Þú vilt kannski bara byrja mótið strax og það sé hreinlega hægt að klára það. Já, það gæti alveg verið, en sko, þú veist, ef þú horfir á svona þjálfunna og atgervi leikmanna að þá kannski vont fyrir þá margir að leikmannum okkur eru byrjaðir og munu fleiri fara í sóttkví, þannig að kannski koma úr litli hreyfingu allt inn í 90 mínútna leik, munum en þurfa að setja eitthvað bráðabirgða ákveði fleiri skiptingar eða eitthvað svoleiðis bara vegna líkamlegs atgerfis. Þetta allt spurningar sem menn að spurja en engin veit svörum, sko. Nei. Og svo einmitt líka þegar þetta á að fara á stað, þá í raun þessi faraldur, já, ekki liðin en allavega svona hans skeið svona að dvína út og það kannski einmitt þá sem að þú og íþróttafélögin sjá hvað virkilega áhrif þetta hefur haft bæði fjárhagslega og bara á allt starfið. Já, ég held með þess að við munum ekki átt okkur almennilega á því fyrir en jafnvel bara, sko, þegar það liði vel á næsta haust, bara þegar við áttum okkur á hvaða styrki við höfum fengið í hús, hvaða samningar standa og svo framvegis. Það sem við hræðumst jafnvel líka í dag að við erum með ákveðna styrktarsamninga í gangi en munum bara fyrirtæki í landinu geta staðið við þá þegar á reynir í sumar, júlí og næsta haust og svo framvegis bara í öllum greinum, sko. Eða erum við bara að fara að byrja rekstur íþróttafélaga bara upp á nýtt, eða bara verið að gera reset og það bara byrja upp á nýtt, sko. Eru íþróttafélagin að ræða þetta sín á milli og eru íþróttafélagi að vinna þetta saman? Til dæmis hérna inn á Akureyri, eru Þór og Káa að vinna þetta eitthvað í sameiningu? Já, ég held að ég og Reimar, framkvæmdastjóri Þórs, við tölum saman á hverjum einasta degi í dag og samskipti okkar á milli aldrei verið meira heldur en akkúrat núna. Við erum að vinna í sömu vandamálum og sömu uppákomun, þannig að það er mjög gott að geta leita til félaga okkar hinum yfir lækinn og við svona kastað hugmyndum á milli og rætt hlutina okkar á milli. Þú veist, ég held að það sé mjög gott samstarf fyrir báða aðila. Við erum að sjálfsögja í sambandi við íþróttabandalagið okkar, íþróttabandalagið Akureyrar, við erum að heyra í sérsamböndunum okkar og við erum að heyra í stærri klúbum á höfuðborgarsvæðinu hvað þeir eru að gera í æfingum, hvernig þeir sjá fyrir sér að tækla tekjumissin, hvernig ætla þeir að bregðast við, hvað hægt að gera. Þetta í raun, síminn eiginlega fastur á eyranu hjá manni þessa dagana að hlera og ná sér í upplýsingar hjá öðrum, þannig að við sem ekki að finna upp hjólið þegar allir að rembast við sama vandamáli. Já, þannig að það er mjög auðvelt að leggja ríginn á hilluna í svona ástandi. Já, þú veist, og í dag erum við öll að glíma við sameiginlegan óvin sem þessi veira en ekki hvor annar og ég veit til dæmis bara þjálfarnir í efstu deild í fótbolta að þar var bara einn sem tók sig til og opnaði bara spjallgrúpu á milli alla þjálfarana þar sem þeir eru bara að deila æfingum og hvað þeir eru að gera í staðan fyrir að vinna þetta hver í sínu horni, þannig að menn geti átt að segja hvað er hægt og hvað er ekki hægt og sem bara frábært framtak og þannig þurfa menn að vinna á stundum sem þessum. Þannig að samskiptin þau eru gríðarlega mikilvæg, bæði milli félagana líka til þá iðkendana að það sé heldur ekki verið að taka ákvarðanir hver í sínu horni, það sé svona svolítið samstaða hvaða samskipti er verið að setja út og hvaða ákvarðanir er verið að taka. Algjörlega, við erum í miklu samskiptum við þessa aðila, við erum fundum annað hver dag með starfsfólki og yfirþjálfurum, hvað má, þú veist, við nýtum tíman, við erum að dytta að alls konar hlutum inn í húsi, það bara lokað inn til okkar, við erum með allt starfsfólk á svæðinu, þannig að það eru jákvæðir hlutir í þessu líka, við náum svona ná í skottið okkur með ákveðið viðhald og annað inn í mannvirkjunum, en númer 1, 2 og 3, þá eru bara samskipti og samtal sem þarf að eiga sér stað oft á dag þessa dagana. Og það skiptir líka miklu máli að halda utan börnin í þessu öllu saman því að upplýsingarna sem þau fá eru oft í gegnum sína foreldra, þau þurfa að fá sínar upplýsingar því að þau hafa áhyggjur af þessu alveg eins og allir aðrir. Algjörlega og ég held að flest félög sé að reyna eftir bestu getu þar. Við í Káa erum við með þetta í gegnum þessa samskiptamiðla, sporteiflur og við erum með þess að koma með æfingakerfi í gegnum Instagram til þess að senda á iðkendur. Þannig að það svona verið að reyna ýmislegt til þess að halda þeim kontakt, að halda samtalinu við iðkendurna, hvað má og hvað er hægt að gera og
og svo náttúrulega eru þeir, krakkarnir sem eru í skólanum að þeir eru að koma svona út á völl og leika sér, þau fara á sparkvellina áfram og vilja vera að hreyfingu, þau vilja ekki hanga heima allan daginn, þau vilja fá hreyfingu og aktivitet. Þannig að við reynum að vera bara jákvæðir yfir þessu og horfa á, já allavega þetta gefur ákveði svigrúm til þess að horfa fram í tímann. Algjörlega og ég held svona þegar menn vera búin að ná tökum á rekstrarlegum vanda sem er kannski mest áhyggjuefnið að þá hefur við eftir bara sem íþróttafélög að standa betur, við hefum eftir að vera með meira efni á okkar höndum með skemmtilegum viðbótum sem menn að kokka upp þessa dagana og þá eftir að styrkja íþróttalegu félagana til lengri tíma litið. Sævar, takk kærlega fyrir komuna og bara gangi ykkur vel í þessu öllu saman. Takk sömuleiðis. Takk áhorfendur fyrir áhorfið, við sjáumst hress í næstu viku. Taktikinn í boði Jakko, UMFI og Joe's Akureyri.